hverju breytir það að fá þessa aðstöðu hérna við Reykjanesvita? Ég til að muni gjörbylta ferðaþjónustu pínulítið hérna á svæðinu, sko. Hér er alltaf verið fallegur ráningastaður og svona meðal heimamanna og vinsæll staður að koma hérna, taka svona rúndinn, en núna er einhvern veginn komið, finnst mér, stýring á staðinn. Getur lagt hérna, staldra við, fengið kaffibolla, farið á salernið og svona, þú getur dvalið hérna. Nú er þetta orðið alveg áningastaður og bara það að hér sé opið salerni, leðilegt að vera alltaf að tala salerni í ferðaþjónustu, svona, það er ekki mest svona sexy þegar maður er að tala En þetta er eitthvað sem allir þurfum að nota? Þetta er eitthvað sem við þurfum og erum búin að bíða eftir hérna, þannig að mér finnst bara þvílíkt fagnaðarefni, sko, og ég þykist vita það að það séu, ef einhver salerni sem eru opin allan sólarhringinn, það er komið hér, loksins. Þetta hefur annars verið 20 mínúna spölur til Grindavíkur eða Reykjanesbæjar til þess að komast í svona þjónustu? Það hefur bara verið svona rétt hægt að staldra við hérna. Svo ertu á leiðinni til Grindavíkur, upp í Bláalón, til Reykjanesbæjar. Þess vegna held ég nú sér maður fyrir sér, hér getur dvalið bara í hálfan dag, gönguleiðir hérna allt kring, gunnu hver er hérna hliðin á, hérna niður við Valanhnúk, staldra við og skoða vitan og sýninguna sem er hérna glæsileg, vitavarðar sýningin og þannig að hér er bara orðið fjölmargt, þó þetta hafi allt svona einhvern veginn verið til staðar. Það er búið að pakka þessu aðeins inn einhvern veginn núna og ég bara held þetta eftir að hafa rosalegar svona breytingar að förum með sér sem að bara, eins og segir, þvílíkt fagnaðarefni. Þú hefur mikið verið að taka á móti erlendum blaðamönnum sem hafa verið svona að kynna sér svæðið. Hver er svona þeirra upplifun af Reykjanesinu? Hún er alltaf jákvæð og frábær og yfirleitt svona fyrir þeim er þetta einhver falinn staður, fólk þekkir, hér er Bláalónið. Kannski þekkir það ekki heldur endilega að Bláalónið sé á stað sem heitir Reykjanes. Það ruglar oft saman, jafnvel bara Reykjavík, Reykjanes, er ekkert endilega pælið í svona hvar það er statt á landinu, það er á Íslandi en svo hef ég farið á alls konar svona staði eins og hér bara hérna niður við sjóinn og staði eins og Brimketil eða annað þar sem fær svona náttúruöflun svolítið í fangið. Það er oft einhverju svona litli staðir eða svona bara sem að við myndum ekki telja sem stórkostlega upplifun eða einhverja ferðamannastaði sem væri vert að mæla með. Það er oft svoleiðis eitthvað að fara á þessar minni staði svona sem að við heimamenn kannski þekkjum sem þau falla fyrir Og hér er ekkert endilega bara sól og blíða sem að dregur það er oft bara krafturinn í náttúrunni sem og brimið og lætin. Einmitt, eins og ég nefndi hérna Brimketil áðan, ég hef farið hérna ferðir með blaðamenn það sem hef farið á all okkar fínustu veitingastaði og svona þekktustu ferðamannastaði, en kannski að standa við Brimketil og fá gusunar yfir sig var kannski eftirminnilegasta upplifunin. Þegar í slæmu veðri þar sem ég hugsaði, þú veist, nú þarf ég að grípa hérna plan B eða eitthvað í dagskráni, hvað við gerum, en þá var það oft eftirminnilegast, sko, það voru öll rennandi vot og þurfti að fara að skipta föt á næsta veitingastað sem við fórum á. Þannig oft er það eitthvað svona, þú veist, og við höfum fengið hérna nýbakað rúgbrauð upp úr Gunnuhver eða eitthvað svona, smakkað hérna þang og annað upp úr fjörunni þar sem að manneskjur hérna heimamanneskjur sem að veita þannig þjónustu. Þannig að oft er það eitthvað svona sem að kannski við vitum ekki að er hérna í boði, en það er í boði og er hægt að gera fyrir okkar gesti. Er mikið skipulagðar ferðir á Suðurnesjum og Reykjaneskaga? Nei, það hefur nefnilega ekki verið, einmitt út af þessari ástæðu að rútufyrirtækin hafa ekki getað selt ferðir hingað út af einmitt salernismálum. Það er salerni við Seltún við Kleifarvatn sem er ekki opið allan ársins hring. Þar er hægt að staldra við og byrjar einhvern Reykjaneshring frá höfuðborgarsvæðinu. Svo hefur það verið Grindavík og eins og við þekkjum þá hefur verið sérstök staða í Grindavík auðvitað, þannig að sem er nú alltaf opna og alltaf glæðast lífið þar. Þannig að þú veist,
þetta horfir alltaf betri vega núna finnst mér. Með þessum stað hér sem við stöndum, kaffi gólu við Hvalsneskirkju, það finnst mér bara svona, já, ég er ótrúlega kátur yfir þessu að þetta sé svona breytast og þá getum við fara að selja svæðið miklu frekar sem fyrir rútufyrirtækin og fyrir hópa sem maður geta komið og dvalið hérna lengur, ekki bara þessar svona skottúra sem þú rétt staldra við á leiðin eitthvað annað, á leiðinni til Reykjavíkur eða svona býða eftir einhverju flugi eða eitthvað svona, þú veist, nú getur þú bara dvalið hérna og tekið þér mun meiri tíma að skoða svæðið, sko. Og þetta er allt meira að minna í boði allan ársins hring. Já, það er að góða við hérna, rokið fer hérna hratt yfir og festir ofta ekki mikinn snjó endilega og svona, þú veist, það er milt veður hérna, þannig að það er auðvelt að komast á alla þessa staði. Svona, við eigum hérna lítið hálendi líka sem að ekki endilega allir vita af. En það er helst það að svona okkar hálendisvegir svona loka eitthvað smávegis en þú getur farið á alla svokallaða ferðamannastaði hér allan ársins hring með tiltölulega auðveldum hætti. Kemur hérna rúta akkurat með stöndum hérna. Þetta er eitthvað sem er einmitt gaman að sjá núna. Það hefur ekki endilega verið. Þú veist að hér séu að koma rútur með hópa og geta staldrað, fengið sér kaffisopa, komist á klósett og virt fyrir sér hérna allt það sem er í boði hérna á þessu litlu svæði sem ég tel að myndi vera helsta kost þessa svæðis. Þetta er svona á litlu frímerki, er sjávarútsýni, klettar, háhitasvæði, gönguleiðir, fjölmargar gönguleiðir hérna í kring, fuglalífið, vitinn og öll hans saga, þannig að bara þetta er minn uppáhaldsstaður á Reykjanesi og bara eitthvað svona sem að heimamenn ættu að kynna sér betur og fyrir gestum okkar heimamanna líka, sko. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.